Já, góðir áhorfendur, velkomin að Rauða borðinu á þriðjudegi. Við höldum áfram að reyna svona átta okkur á þessum tímum sem við erum að lifa, þessum áhugaverðu tímum. Og það sem við höfum gert til þess að átta okkur á því er að efna til þess að samræðu sem er hérna við Rauða borðið. Og Rauða borðið er síðan hluti af fyrirbrigði sem heitir samstöðin, þar sem eru fleiri þættir. Og sem að datt í hug í kvöld var að kalla til fólkið sem að stendur að baki samstöðinni og spjalla við það þessa tíma sem við lifum og samstöðina og hvernig það spila saman inn. Því að samstöðin er náttúrulega skilgetið aðkvæmi kórónufaraldursins, til hér eiginlega út af samkomubanni og það svona opnaðist tækifæri til þess að vera með svona low-key samfélagssjónvarp á Zoom, grundtakslegt sjónvarp og spjallþætti og við gripum það nokkur. Hjá mér er María Pétursdóttir sem ásamt Báru Halldórsdóttur hefur haldið úti öryrkjaráðinu, þætti stöðu öryrkja, Laufey Ólafsdóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir sem að halda út í þættinum Hinn Reykjavík. Svo eru hér líka tveir af hundumönnum stöðarinnar, Andri Sigurðsson sem að sér vefinn sem verður til seinna í vikunni og hefur komið að svona tæknilegri uppbyggingu stöðarinnar og Bogi Reynisson sem er upptökustjóri og hljóðmaður. Og ég býð ykkur öll velkomin. Ég má bara byrja á því kannski að heyra í eitthvað sem haldið út í þáttum hérna. Ég má byrja á þér, María. Öryrkjaráði, hvaða fyrirbrigði er það fyrir þá sem ekki hafa horft á það? Hefur þú myndir sagt okkur það? Já, öryrkjaráðið er svona tilraun til þess að bara koma málefnum öryrkja á dagskrá og bara tala það sem að bæði er svona stjórnvaldshliðin af málefnum öryrkja og svo líka bara grasrótarstarfið, hvað er verið að gera, hvað er verið að vinna í málefnum öryrkja og allt upp í svona upplifanir fólks og reynslu sögur af því að veikjast og gangi gegnum kerfin og gangi gegnum veikindin og sjúkdómana og þannig að þetta er bara eitthvað svona svolítið allar hliðar málsins. Og gagna þessu? Já, bæði, ég held að það verið bara alveg rosalega þörf fyrir og gat í svona fjölmiðlun öryrkja. Ég held ég hafi fundið svolítið fyrir því, Hvar hefur það verið annars staðar en hér, ef maður svona reynir átt að sjá því? Hvar fjallað öryrkja? Ég held að þessi bara eini staðurinn sem fjallað eitthvað öryrkja er þáttur á RÚV sem er hérna unnin af þroskaheftu fólki ásamt fólki sem aðstoða þau. Það er held ég eina hliðin af lífi öryrkja sem eitthvað fjallað og þeirra heimur og allir hafa voðalega gaman af því, en þú veist, það er bara náttúrulega eitt lítið brot af öryrkja. En öryrkja koma fram í öðrum þáttum eða hvað? Eða er það hulduhópur sem ekki sést í? Ég held að stóru leyti til sé þetta hulduhópur. Ég held að þessi ekki hópur sem hefur eitthvað dagskrárvald í fjölmiðlum. Ekki margir öryrkjar í settinu hjá Gísla Marteini? Nei, og það er einstaka sinnum kannski sem að er einhver svona tala við fólki í blöðunum, einhverju svona reynslusögur eða eitthvað svoleiðis, en ekki svona eitthvað almennt, Það er ekki almennt verið að tala við öryrkja stöðu öryrkja til dæmis, hvernig það er að bara reyna að komast af á því fjármagni eða þeim peningum sem fólk hefur á milli handana, litlu peningum. En nú eru öryrkjar eitthvað 80.000 eða svo, þannig að það er svona, ég veit ekki hvort að það eru til héraðsfréttablöð og svona lókalmiðlar sem eru með minni fámennari hópa að sinna heldur en öryrkja, þannig að heldur að öryrkjaráðið geti svona byggst upp í það að vera héraðsfréttabréf eins og voru í gamla daga fyrir nútímann. Ég bara eiginlega vona það innilega vegna þess að það sló mig,
var svona svolítið bara að keyra blint í sjóinn og komin að staðir í allt í einu sló mig hvað þetta væri brjálæðislega mikilvægt. Og ég fór líka að hugsa sko, því nú lá ég inn á Landspítalanum í einhvern mánuð fyrir 2 árum og það sko Landspítala sjónvarp og sem að bara póstar allan daginn einhvern veginn fréttum á Landspítalanum, viðtölum við starfsfólk og eitthvað svona. Þetta í rauninni bara frábær sjónvarpsstöð, það er frábært að fá að vita allt Landspítalann þegar maður þar og líka bara ég veit alls konar hluti í dag sem ég hefði ekkert vitað Landspítalann af því ég var að horfa á þetta Landspítala sjónvarp. Og ég hugsaði með mér sko í rauninni ættu öryrkjar að vera með bara, þú veist, útsendingu allan daginn, alla daga sem væri eitthvað öryrkjasjónvarp. Ég held að það myndi alveg bara það væri alveg til nóg efni til þess að keyra sko eitthvað svoleiðis, en auðvitað kannski geti það ekki verið svona sjónvarp eins og við erum að gera hér, það geti ekki verið sko Zoom-viðtöl eða einhver svona fjarviðtöl, það að vera farið á vettvang og annað. Þannig að en ég held samt að það væri alveg til efni í svoleiðis. En þátturinn ykkar Báru, hann er 3 fyrir viku og hvenær er hann? Hann er klukkan 3 á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum. Svo svona að því að við erum bara 2 að vinna þetta, þá höfum við líka, við náttúrulega og erum öryrkjar báðar, og þá höfum við ekki alltaf verið, heilsan ekki alveg tipptopp, þannig að það hefur komið fyrir líka við höfum dottið út, sko. Þannig að sem er bara svolítið lýsandi. En það má líka þegar að búa til svona fjölmiðla úr engu, að þá er enginn að fylgjast með manni, sko. Ég segi ekki að maður megi ekki sleppa því að vera með þætti bara endalaust, en það er svolítið frels í því að maður getur mótað þáttinn eiginlega eins og manni dettur í hug. Algjörlega, já, nákvæmlega. Laufey og Sanna, þið eru með annan þátt sem heitir Hinn Reykjavík. Hvað er nú það eins og maðurinn sagði? Hvað er Hinn Reykjavík? Já, þetta eru svona, hvað segir maður, hin hliðin á Reykjavík sem við sjáum kannski ekki í fréttayfirliti eða í dagblöðunum sem að koma inn lúðurnar okkar eða þegar við kveikjum á kvöldfréttum og þetta er svona markmiðið með þessum þáttum er að fá fram einmitt þær raddir sem að við heyrum ekki oft og fjölbreyttar raddir. Við höfum verið að ræða ýmis málefni eins og bara innheimtumál, matarúthlutanir, geðheilbrigðismál og bara mjög fjölbreytt í rauninni umfjöllunarefni sem að við höfum tekið fyrir og ýmis málefni sem þarf einmitt að ræða meira og maður er mjög hissa í rauninni á því að þetta sé eitthvað sem að rata einmitt ekki í umræðina oft, það er kannski aðeins fjallað það en svo er ekkert farið á dýptina með það. Þannig að við erum einmitt bara mjög þakklátar fyrir hvað fólk er til í að koma í þættina og deila frá sinni reynslu af bara ýmsum málefnum sem að þarf að bæta í samfélaginu okkar. En ef öryrkjaráðið er svona fréttabréf fyrir 80.000 öryrkja, fyrir hvernig er í Reykjavík, fyrir hvaða hóps er þetta? Það eru þá sennilega borgarbúar sem að kveikja á sjónvarpinu og upplifa að þessi ekki verið að tala við þau og þau sem að eru kannski upplifa stjórnvöld og ráðhúsið sé ekki að vinna fyrir þau og að þörfum þeirra. En við höfum svona byrjað aldrei vítt og í rauninni talað þau málefni sem að koma borgarbúum við, þannig við erum ekkert með eitthvað kannski mjög þröngt svona sjónarhorn þó að þetta sé náttúrulega Reykjavík en það er náttúrulega ýmislegt sem að kemur borgarbúum við allt frá því hvaðan tekjurnar koma yfir í hvort þú hefur efna mat, hvort þú hefur húsnæði og þá stefnurnar á bak við það og stefnur stjórnvalda þannig að það er margt sem að þarf að bæta hér í borginni. Þannig í rauninni einmitt ef þú kannski kveikir á sjónvarpinu og sér það að það er ekki margt sem að höfðast til þín. Það er oft sem að ég einmitt kveikti og þegar ég var yngri og ég tengdi ekki við neitt og skildi ekki neitt og oft sem að manni hefur fundist sama fólki í sjónvarpinu og sérstaklega svona síðustu vikum og mánuðum þá svona líður manni eins og maður sé að horfa á einhverja endursýningu með einhverjum svona blæbrigðum. Þegar við erum með fjölbreytt fólk í þáttunum ykkar, hvað má maður spyrja svona hvað getur nefnt eitthvað svona eftirminnilega þætti eða eftirminnilega hluti sem að þið hefur tekið á sem að hefur kannski ég sitt hérna við rauðaborðið allt kvöld sko, og ég er alltaf á námskeið og ég er alltaf svo hissa að heyra hvað fólk er að segja og ég er alltaf að læra svona. Þannig ég býst við þessi sambærið til ykkur að þið hafið kannski bara lært helling af viðmælum ykkar. Já, alveg tvímælalaust sko og ég get alveg tekið undir það að þetta er ekki sett hjá Gísla Marteini eða Silvíu Egils sem við erum með hjá okkur. Þetta er bara fólk
eins og ég og þú, bara fólkið af götunni sem að segja okkur líka bara hvernig í raun og veru kerfi bæði ríkis og borgar eru að virka fyrir það. Við erum að fá þarna beint í æð, bara upplifanir fólks af því að þurfa að díla við ólík kerfi og líka bara hvernig þau eru að virka, þetta virka, þetta ekki að virka. Og þannig að þetta eiginlega sko ætti að skikka fólk sem að fer með völd í samfélaginu til að horfa á þessa þætti. Vegna þess að það sem líka kannski sérstakt við okkar þætti að við erum að gefa fólki óritskoðað rými til að tjá sig. Þetta ekkert klift, þetta bara tekið upp í gegnum Zoom, við ítum á rekord og svo bara off og svo það sendt út. Þannig að fólk, þetta ekki eins og, þetta engin svona, það hefur oft verið sagt með svona málefni sem eru viðkvæm að það sé svolítið klámvægt. Við erum bara að senda þetta eins og það kemur frá fólki. Þannig að þetta ekki... Fólk þarf að birtast bara eins og það í samtölum ykkar. Akkurat. Ykkur. Það er oftar sagt að þegar ekki svona viðtöl, þetta eins og fátækt fólk í blöðunum og svona, þá það yfirleitt pakkað allt inn í sama skapalónið, þannig að það komi allir út eins, það er öryrki, það er breytt skapalón og fátækur eitt skapalón. Þannig að þetta með þegar fólk fái bara að tala og það er ekki klift, að það sé kannski svona frelsisgefandi fyrir hópinn. Ég ætla að vona það vegna þess að mér þykir óbærslega vænt allavega þá þætti sem ég hef komið að. Ég hef ekki Sanna og Daniel Örn hafa líka stundum verið með, við höfum verið 3 svona kastaði á milli okkar. Þannig ég hef ekki komið að öllum þáttunum en því þú varst að tala svona eftirminnilega þætti. Þá vorum við með mjög góðan þátt núna í kvöld sem var eiginlega bara enda rétt áðan sem var nú Cyborg Ninja. Og viðtölin líka sem við tókum fólki í Black Lives Matter, það voru rosalega góðir, við gerum 2 þætti af því að það voru samstöðumótmæli. Þeir þættir voru á ensku sem var svona stíga aðeins út fyrir þægindaramman fyrir mig allavega því þetta var fyrsta skipti sem að ég flutti þátt á ensku. En þannig að við erum svona líka að læra bara fyrir framan myndavélina og þetta er svolítið verið að henda manni út í djúpulaugina með það. En já. Það er líka kosturinn við svona sjónvarp eins og við erum með það kröfurnar eru ekki eins og kannski kröfurnar sem eru gerðar til þess að allt lúkki frábærlega eins og RÚV og fleiri er að reyna að beygja svo til og það getur vel verið þeir þurfið þess en það á ekkert við svona samfélagssjónvarp eins og við erum að byggja. Nei, þetta er líka, já. Þetta er bara eins og ég segi, þetta er bara rými fólks til að tjá sig og mér þykir rosalega vænt einmitt það líka bara að geta verið svona leiðari út vona að allavega ég líti á það sem mitt hlutverk að koma sögum fólks til skila eins og það vill hafa það þannig að það er mér mikið í mun að fólk sé sátt við það sem það lætur frá sér og svo framvegis þannig að áhugasamir geta kíkt á bæði samstöðun á Facebook og YouTube. Þar eru allir þættirnir sem hafa verið teknir upp. Megin þorrin er ekki mjög tímabundin. Það er hægt að hlusta á eldri þætti og því miður þá er að fjalla ástand og vanda sem að kannski er búin að vera lengi og er ekki að skána mikið. Fátækt og einangrun og þöggun og annað slíkt það sem að er klassískt þannig að ég bendi fólki á að það getur farið og pikka bara upp eitthvað sem að telur sig hafa á og allt það. Nú ætla ég að skipta yfir á fólkið sem er á bakvið samstöðuna sem ekki eru með framan skjáin eins og sem. Við má byrja á þér, Andri, af hverju þú að leggja á þig að standa að samstöðunni með okkur hinnum? Já, ég held að þetta sé náttúrulega bara alveg gríðarlega mikilvægt verkefni. Eins og þau hafa verið að tala hérna, þá náttúrulega sjá flestir að svona aðgangur bara svona venjulegs fólks að koma skoðunum sínum á framfæri í fjölmiðlum á Íslandi hefur verið rosalega takmarkaður. Þú veist, Silfur Egils, kannski svona besta dæmi, þar sem eru alltaf bara svona sömu andlitin stjórnmálamannina messa yfir okkur og það virðist ekki vera neitt svona áhugi hjá fólki eða hjá fjölmiðlum á Íslandi að reyna einhvern veginn að víkka hópinn og tala við bara venjulegt fólk.
Ég held að það sé náttúrulega bara svona stærsti punkturinn kannski í þessu, en ég var svona eitthvað aðeins að hugsa þetta fyrir þáttinn og það nefna nokkra fleiri hluti eins og ef við skoðum svona hvað hefur verið að gerast á vinstrinu bara núna síðustu mánuði, þá held ég að það að byggja upp svona miðla sé rosalega mikilvægt og kannski eina stóru leksjónu núna síðustu mánuðina. Við sjáum Corbyn í Bretlandi, sjáum í Bandaríkjunum líka hvernig Sanders tapaði, þótt að það hafi ekki verið á öllu leyti fjölmiðlunum að kenna, þá sjáum við kannski sérstaklega í Bretlandi hvernig fjölmiðlarnir sko gjörsamlega fóru yfir sko í árásum á Jeremy Corbyn. Ég held að það sé mikilvægt út af þessu sko, út af því að rauninni eru allir fjölmiðlarnir í íslensku sko, þeir eru í eigu atvinnurekenda og auðmanna að eiginlega öllu leyti, og það náttúrulega líka eina ástæðan fyrir því að venjulegt fólk fær ekkert að komast að. Þannig að það eru svona þessi atriði sem ég held að séu rosalega mikilvæg. Ég held að á næstu árum þá held ég að bara vinstrið og svona framsæki fólk í stjórnmálum á Íslandi eigi eftir að þurfa að byggja upp sína eigin fjölmiðla til þess að koma sínum skoðunum á framfæri og RÚV er ekki eigu auðmanna, Andri? Nei, það er rétt, en það nú samt verið þannig að í Silfrinu að það bara ákveðnir aðilar sem fá að koma að. Ég skrifa einhvers staðar daginn að þú ert að horfa á Silfrið, þá getur svona nokkurn veginn bókað að einn af þessum 4 sem talar að hann sé komið bara verið innsta kjarna Sjálfstæðisflokksins. En síðan held ég líka út af því að við viljum gera samstöðuna svona hafa þetta á svona breiðum grunni að því leyti að við viljum að bara þetta sé stöð fyrir alla sem eru ekki bara á vinstri, bara allt svona framsækið fólk. Og þannig að kannski þetta líka svona vettvangur fyrir svona vinstrið og framsækna pólitík á Íslandi til þess að svona aðeins hittast og ræða saman. Ég held að það geti líka verið svona jákvæði punktur við þetta, reyna kannski að taka umræðina aðeins út úr svona skotgröfunum á Facebook kommentakerfunum og búa til eitthvað það sem fólk getur bara aðeins svona tala saman, bara svona augliti til auglitis. Þetta sé svona smá vísir af svona alþýðublaði sem þá umhverfum fyrir svona alþýðu pólitíkina, alþýðu hreyfinguna sem að fyrir í pólitíkina frá hagsmunum og sjónarhóli alþýðunar. Nákvæmlega, eitthvað svoleiðis. Bogi, hvað segir þú? Nú ert þú búin að eyða rosalega miklu tíma í þetta. Það eyðir rosalega miklu tíma í þetta. Er það einhver hemja að vera í sjálfboðavinnu og eyða svo miklu tíma í að taka þátt í að byggja upp samstöðuna? Já, ég held það sko. Málið er að það sem náttúrulega dró mann að því að gera þetta að einhverju er náttúrulega bara gapandi hol í allri svona fjölmiðla samræðu. Sko, mér finnst alveg gríðarlega einsleitt svona fjölmiðla umhverfið og ég meina og það er margir búin að taka það saman betur en ég, eignarhaldið og þessu þröngt valið á viðmælendum og svona, þannig að bæta í þessa flóri er mjög auðvelt. Það þarf varla sko það er rauninni sko það þarf lítið til að auka fjölbreytnina, því að hún er lítil, það var lítil fyrir áður en við komum okkur af stað í þetta. Þannig að mjög bara mikil nauðsyn á þessu. Þú og Andri talið svolítið eins og samstöðun sé svona fjölmiðl og svona, en nú er þetta eiginlega svona bara obskjúr fyrirbrigði á Facebook. Upplifið það eins og samstöðun sé svona fjölmiðl með að fjölmiðla? Já, skemmtileg spurning. Ég sé þetta sem svona bonsai fjölmiðl. Þetta er svona eins og lítið svona pottaplönt útgáfa af fjölmiðli, sko. Og þetta er það í rauninni, ég menna, þetta rekið meira og minna út á bílskúr. Þannig að sko, og fjölmiðlar þurfa ekki að vera einhverjar glansandi fínir sko, trukkar sem geyra og yfir allt, sko, að mínum mati.
þess að fjölmiðill geti náð sínu sko markmiði, þá þarf hann bara í rauninni bara að tala, bara draga að fólk, draga ólíka raddir og svona auka umræðuna, þá er hann að gera eitthvað gagn. Og til þess þarf maður ekki sko já, þú veist, í rauninni mikla yfirbyggingu, eins og ég held að við séum alveg að sýna fram á. Með þessu. Varðandi svona fjölmiðla umhverfið, eins og Andri bendir á að þá er Corbyn í Bretlandi, hann hefur lýst sem öfgamanni yst á jaðrinum, en þegar það gerða svona kannanir með Breta, varðandi stefnumið, þá er hann með svona stefnu sem að yfir 70% af þjóðinni er hlynnt. Og það sama áraunverulega við Sanders, sem er lýst í fjölmiðlum í Bandaríkjunum sem bara hálf svona óðum öfgamanni. En þetta eru menn sem eru raunverulega að flytja fram stefnu sem að megin þorri fólks vill. Já, þetta eru meginstraumsmenn og þeim er lýst eins og mannendum. En hvað gerðist? Er samfélagi sem að klikka þér? Eru fjölmiðlar sem að klikka þér? Þetta er náttúrulega bara í rauninni mjög auðvelt, sko. Einfalt problem. Ég meina, ef að miðlarnir er allir í eigu ríkasta fólksins, þá munu þeir beita þeim til þess að koma í veg fyrir að samfélagi náði að skipuleggja sig og sjá sko í rauninni hvað er að gerast. Og menn eins og Sanders og Corbyn eru einmitt típurnar sem væru og lýstu því yfir, þeir væru tilbúinir að fara á eftir akkurat þessu fólki og reyna svona að bæta sko sem sagt eignadreifingu í samfélaginu og það er náttúrulega bara einfaldlega ekki það sem að fjölmiðlar í eigu auðfólks vilja, þeir vilja náttúrulega bara fá fleiri aðilega sem að halda status quo. En ef að fjölmiðlar eru að halda því fram að, hvað það segja, að vanulís sé alveg hryllilega vondur. Það er engi sem borðar vanulís, eitthvað sem að öllum finnst bara að vera venjulegur matur, eitthvað sem að engum finnst vont. Hvernig koma þér upp með þetta og hvernig bregst sko samfélagi við? Er samfélagi byrja að horfa á fjölmiðla sem svona afmarka fyrirbrigði eða tekst fjölmiðlunum að stjórna eitthvað fólk talar við eldhúsborðið heima hjá sér? Ég hef svo verið með að skilja þetta sko. Ef að fjölmiðlarnir, sýnin sem að fjölmiðlarnir birta svona feiknarlega skökk. Ég held að máli sé að og náttúrulega Noam Chomsky hefur kannski skrifað svona eitthvað best þetta í bókinni sinni Manufacturing Consent sem ég hef aðeins skrifað á blogginu mínu. Þar lýsir á þessu einhvern veginn svona að sko að það er ekki endilega þannig að fólki sem að eigendur fjölmiðlana séu bara með sko puttana í öllu og séu einhvern veginn að stýra öllu sem er að gerast. Heldur sé það rauninni út af eignarhaldinu og hvernig miðlarnir eru reknir fyrir gróða að þannig til dæmis sjálfsritskoði starfsfólk sig rosalega mikið. Síðan er það út af auglýsingatekjunum að miðlarnir að þeir vilja náttúrulega ekki styggja fyrirtækin og það er ekki gróði í íslensku fjölmiðlum, bara ekki, alls ekki, það er bara tap. Nei, já, það er ekki koma frá þeim sem að frá auðfólkinu, frá auðmönnunum. Það sé ennþá verra á Íslandi vegna þess að þessi slæmt ef að fjölmiðlarnir rekni til þess að skila hagnaði, en enn verra ef þeir eru rekni til þess að einhver auðmaður komi og látið að fá einhverju ölmusu. Já, ég meina sko, það sem Chomsky talar sko er náttúrulega frá svolítið öðrum tíma. Það sem gerst síðan er það svona auglýsingamarkaðir hafa sko rýrnað mjög sem tekjustoð fyrir fjölmiðla yfirleitt. Þeir eru bara, það er einfaldlega ekki hægt að reka fjölmiðil bara á auglýsingatekjum. Mjög erfitt. Þannig að, já, en fyrir ekki Andri, ég ætlaði ekki að taka orðaðir. Facebook og Google hafa náttúrulega sogað upp allar auglýsingatekjurnar, þannig að rekstrarumhverfið hefur breyst gríðarlega mikið. Það er náttúrulega merkilegt að við getum samt, þess að kosturinn við þessar breytingar er síðan að við getum búið til sko fjölmiðla með sko litlum tilkostnaði. Þannig að okkur tókst að búa til samstöðuna, bara á sjálfboðavinnu í staðinn. Og erum bara að nota okkur alls konar forrit og þjónustur sem kosta lítið sem ekki neitt. En, já. Og fólk sem er nógu heitt í trúnni að gefa vinnu sína í þetta. Nákvæmlega. Erðu Sanna, þegar við erum að tala um fjölmiðla, þú starfar
í pólitík og pólitík fer fram að einhver leyti inn í sko fjölmiðlaumhverfinu. Og hérna er verið að lýsa sko fjölmiðlaumhverfinu sem sko meiri háttar gölluðum svona vettvangi. Þetta er leikvöllur að þá hallar gólfið og allir boltarnir renna til ríka fólksins og allt þetta. Hvað er hægt fyrir hérna alþýðu stjórnmálin, verkalýðshreyfinguna, þá stjórnmálaflokka og samtök sem að berjast fyrir hagsmunum almennings, er hægt að heyja baráttuna innan svona vettvangs eins og svona meginstraums fjölmiðlarnir eru? Sko ég held að sé rosalega misjafnt og þegar maður hugsar sko stjórnmál og fjölmiðla umhverfi þá það rosalega misjafnt sko hvort það sé hringt í mann út af einhverju máli eða hvort það sé bara ekkert samband og maður þarf einmitt að vera duglegur að minna á sig og hérna það er einmitt okkar að vera bara þú veist hey, ég er með þessa tillögu eða þetta málefni og hérna vildi við ekki athygli á því og hérna maður komið viðtali eða eitthvað svoleiðis sem að maður ætti kannski að vera duglegur að gera en hérna mér minnir að þegar verkfall Eflingar hafi átt sér stað að þá hafi sem sagt verið mynd af önd eða einhverjum fugli á forsíðu fréttablaðsins, að það hafi verið forsíðufréttin. Ég veit ekki nákvæmlega hvað málefni snýrist en einhvern veginn hefði ég talið það að verkfall Eflingar væri það fréttnæmasta á þessum degi sem ætti heima á forsíðu fréttablaðsins en ekki það sem að tengdist í sem að þessi tiltekna önd eða eitthvað sem að tengist málefni fuglalífsins ætti heima á forsíðu fréttablaðsins. Þannig ég held að þetta tengist líka ímyndasköpun og svona hvaða málefnum erum við að koma á framfæri og svona hvaða samþykki eru við í rauninni búin að gefa einhvern veginn út að við viljum hafa í umræðinni. Ef við erum búin að gefa út einhvers konar samþykki fyrir því að verkfall og verkalýðsmál og stjórnmál og pólitík sé eitthvað sem eigi að heyja í einhverju svona öðru horni og þetta sé bara eitthvað fyrir stjórnmálin til að takast á við en sé ekki fyrir almenning til að vera kannski endilega að leiða hugan að dagstælega að þá erum við einmitt komin dálítið svona langt frá því sem að ég tel einmitt að markmið fjölmiðla eigi að vera og það er einmitt að miðla upplýsingum. Hver er það við sem að ákveðum hérna hvaða mál eru á dagskrá? Er það fjölmiðlarnir eða við með því að nota það og eru við orðin samsek eða ef ég tekur fréttablaðið og lesa er ég þá samsekur? Það er einmitt stóra spurningin hver þessi við erum og hver er stjórnar því hvað kemst í umræðu og hver viðheldur því og eigum við þá öll að afþakka kannski stærstu blöðin mun það leiða til einhvers eða fer þá ákveðið blað bara í einhverju svona ímyndasköpun og býr til nýja ímynd og einhverja herferð sem er líklegri til að laða að sér þá nýjan kunnahóp eða mun ný markaðsvinna einhvern veginn laða að sér lesendur sem eru þá frekar til þess að lesa blaðið eða er líklegra að blaðið einhvern veginn færi sig frá þessum fréttamiðli meira yfir í eitthvað svona tímarit sem er bara svona létt og skemmtilegt að lesa í gegnum þar sem hann getur séð einmitt allt fuglalíf borgarinnar eða þú veist, þetta er kannski eitthvað sem að einmitt við þurfum að vera, við sem erum róttæk þurfum að vera duglega að benda á einmitt þetta og lesa fjölmiðla með gagnrýnum augum og benda einmitt á að fjölmiðlar hafa rosalega mikið vald til að koma ákveðinni orðræðu út í samfélagið og viðhalda henni með ákveðnum þrástefum og ýmislegt sem að margir hafa bent á að geti til dæmis verið mjög rasískt, mjög íhaldsamt, mjög niðrandi og viðhaldið einmitt í þessum, hvað segir maður, rótgrónu eldri blöðum samfélagsins sem margir eru áskrifendur að. Þannig að þetta er bara kannski stór spurning. Ég finnst þetta ótrúlega góða punktur í það svona. Með sko neytendur, við neytendur blaðana erum smátt að missa stjórn á því hvað þau fjalla og hvort þau yfirleitt höfða til okkar. Vegna þess að þetta er í rauninni sko að mikið til orðið sko frí blöð, reyndar á það ekki alveg við öll, en þau eru sko reikningurinn er alltaf á ofan. Það eru eigendurnir sem að borga fyrir þetta og borga jafnvel blöð sem eru seldur jafnvel send út frítt þegar það er að koma einhverjum ákveðnum skilabóðum út, ekki þetta nefnina. En og á þessa leið eru lesendur að aftengjast miðl. Hann verður bara matar.
meira og meira. Það það sem að, sko, mér finnst fjölmiðlaumhverfið okkar stefna leyndarljóst í alveg bara. Og svo kannski að skiptingin enda yfir ekki svo stórkostleg. Það sem að þau voru að vitna í Chomsky sem að lýsti raunverulega fjölmiðlaumhverfinu, svona gullöld fjölmiðlana sem að þeirra voru keyrð áfram af, sko, það voru efnahagslega sjálfstæðir, að þá var inn í því kerfi fólst ekki valdefling lesandana eða eitthvað slíkt, heldur voru fjölmiðlarnir þá líka að þröngva tiltekinni hugmynd, tiltekinni sátt við tiltekið ástand, tiltekinni valdastruktúr í samfélaginu, þá tókst fjölmiðlunum í því umhverfi að þröngvaði upp á, þannig að hugmyndin frelsi, fjölmiðlaumhverfi þar sem lesendurnir móti það með neyslu sinni, ég ekki viss að það hafi einhvern tíma verið til, sko. Svo finnst þetta svona 19. aldar fjölmiðlun eins og við erum að stunda hér, það sem fólk bara stunda fjölmiðlun til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Það eiginlega ómarkastengd fjölmiðlun, sem svona, eins og fjölmiðlun var til á 19. öld og flokksblöðin voru að mörgu leyti á 20. öld. Sanna. Já, en nú ég mikið ekki að fletti gegnum svona fríblöð og ég ekki mikið að fara niður í andir að ná í blöð, ég meira svona í símanum, þannig ég fer á helstu miðlana á morgnana en ég finn að ég alltaf að segja við sjálfa mig, sko, vertu meðvituð hvaðan þessi frétt kemur, af því maður vill einhvern veginn taka helstu miðlana og að búin að svona renna í gegn, en af því að ég alltaf svo svona gagnrýnin á titilinn, þannig ég alltaf að hugsa hvað þessi titill í rauninni að segja, titillinn til dæmis að endurspegla það sem kemur fram í fréttinni, þú veist, hvernig birtist þessi frétt til dæmis á öðrum miðlum, þú veist, hvað það sem verið að draga út úr greininni, en ef maður flettur bara í gegn og ekkert að hugsa endilega hvað fréttin að segja eða hvaða mynd birtist með fréttinni, hvar fréttin hversu framalega hún kannski á síðunni eða eitthvað svoleiðis, þá kannski svo auðvelt að matast af einhverjum upplýsingum og hugsa bara, herði, ég tilbúin í daginn, ég búin að fara yfir það helsta sem kom fram í fréttum og það var bara þetta, þannig að það ekkert annað sem að gerðist einhvern veginn. Þannig að ég held að við þurfum líka, sem að viljum vera svona róttæk og gagnrýnin, að vera gagnrýnin á hvernig við einhvern veginn meðtökum þessar upplýsingar sem að koma frá fréttaveitum og fjölmiðlum. Marja, má ég spyrja það einu? Nú lýst svona fjölmiðlaumhverfinu sem svona ákveðin sjónarhorn sem eru ríkjandi, ákveðin svona hugmyndum, hvernig samfélag á að vera, ákveðin svona jaðarsetning, ákveðina hópa og ákveðina skoðana. Svo erum við með hreyfingar og samtök og félagasamtök og fólk sem að reyna að færa umræðuna til í samfélaginu og reynir að banka upp á þessu fjölmiðlaumhverfi. Tilboðið sem að fjölmiðlarnir veita slíku fólki að þú mátt koma inn en á okkar forstur. Við ræddum aðeins áðan það hvernig raunverulega öryrkjanum bara pakkað inn í öryrkjaskapalónið vegna þess að DFF eða hvaða fjölmiðl sem á bara selur bara í leina hugmyndum öryrkja og þar undir götunum. En þá líka við kannski svona baráttufólk eins og Sönnu sem að vill koma að málefnum sínum á framfæri sem hún með í vinna inn í borginni og kjólira, að stjórnmálafólk lærir það mjög fljótt að sumt gengur í fjölmiðlana og sumt ekki. Og við þekkjum alveg dæmi stjórnmálafólk sem að raunverulega bara spilar út á þessu, bara að reyna að komast inn í kastljósið, inn í einhverja fyrirsagnir og það eiginlega ómögulegt að vita lengur hvað baráttu þeirra snýst. Þetta ekki líka ákveð sem að hætta í baráttunni að þessi yfirráð sem að meginstrauðsfjölmiðlarnir hafa, að þau sem eru í baráttunni beygji sig undir það að þetta sé vettvangur. Og þá það þannig að leið þú ferð inn að þá myndu tapa vegna þess að allt á öfugum forsendum við það sem að þú myndu vilja halda fram. Þannig að raunverulega væri leiðin svo að heyja baráttuna og bara fara aldrei inn frekar heldur en að fara alveg inn. Ég ekki að segja að það sé eitthvað bil á milli þarna, en í meginatriðan væri það eiginlega að geta hátt baráttuna án þess að þurfa nokkuð tíman á kastljósi, DFF eða neinu þessu halda. Jú, það er eiginlega dálítið þannig. Þess vegna ég líka að tala að þú veist, við gætum verið með bara öryrkjar allan daginn, alla daga og ættum eiginlega bara að gera það og öryrkjabandalagið ætti eiginlega bara að reka einhverju svoleiðis sjónvarpsstöð sem væri bara ongoing. Þannig en að því ég held að til dæmis eins og bara því miður, þá það bara þannig að Einar Þorsteinsson og Jóhanna Vigdís, þau bara ráða rosalega mikið hvað á dagskrá og hvað verið að tala við eldhúsborðið. Það bara því miður þannig.
dagskráfaldið bara hjá ákveðnu fólki í ákveðnum lit og við getum voðalega lítið gert í því. Við getum ekki tuskað RÚV neitt mikið til eða það bara, því miður, rekið af einhverju pólitískri nefnd og já, það bara pólitískt. Það er augljóst. Gulvestungar í Frakklandi, þeir mótmæltu fjölmiðlunum og einmitt út af þessu sömu ástæðum við erum að ræða hér. Og þeir litu bara á meginstraumsfjölmiðlana sem einn andstæðingum almennings og mótmæltu þar ekkert síður heldur voru að mótmæla skattkerfinu eða dómskerfinu og fleiri sem að þeim raunverulega bentu á sem að miklu róttakara heldur tilheyrir kannski umræðu okkur hérna á Íslandi. Já, og ég held samt bara því miður, ég held að það séu rosalega margir sem átta sig ekki á því, og einhvern veginn það einhvern veginn, það held ég ofboðslega margir sem að gera sér ekki grein fyrir því hvað búið að mata það svakalega í fjölmiðlum og að það einhvern veginn bara það einhvern veginn bara búið að svolítið stýra fólki inn í einhverja umræðu og eitthvað svona, svo einhvern veginn alveg merkilegt hvað bara mikið metnaðarleysi líka. Ég finn fyrir því eiginlega núna, eftir að við fórum að stað með þetta, þá ég líka að fatta bara alls konar hluti. Ég meina, ég get left mér eitthvað að vera ekki pottþétt því ég náttúrulega bara ekki full vinnufær og við erum kannski bara 2 með þennan þátt og við getum ekki verið perfect, en fréttablaðið, af hverju eru þeir með 19. maí á forsíðunni 20. maí en ekki 19. maí. Það alls konar svona sem maður fyrir að fatta, já, og eins og Sanna var að tala á hann með öndina, ég meina þetta alveg lygilegt metnaðarleysi. Hjá meginstraumsmiðlunum. Já. Og kannski hjá RÚV, við getum gert kröfur á það. Algjörlega. Stundum velti fyrir sér hvað það eru 2 sem eru á fullu launum við að sjá Kastljós 4 sinnum í viku. Já. Það náttúrulega mikið álag að vera í svona stórum sal og stóru rými. Við njótum þess svolítið að vera í litlum sal. Við komumst upp með svo. Við komumst upp með margt. Það annað líka sem ég ætla að benda á varðandi það, það partur af því líka kannski styrkur okkar að vera með þetta svona í Zoominu. Það það að til dæmis eins og í öryrkjaráðinu og þar eru allir að tala bara þar sem þeir velja að vera. Þeir eru bara heima hjá sér, ég meina ég bara heim í stofu, og ég vel bara að vera með mína stofu hérna. Og fólk velur að vera hvort það ætlar að vera í einhverju kompu eða í stofunni hjá sér og það gefur því líka ákveðið frelsi bara að kynna sig eins og það vill og tala einhvern veginn á sínum heimavelli. Það held ég skiptir rosalega miklu máli. Það var svo gaman við COVID að sjá það bara á CNN og svona það sem að raunverulega sjónvarpið klæddi sig úr sparifötunum og varð bara kvöndtags og svona hversdagslegt. Það var dásamleg breyting og það var bara svo löngu þörf á því að fara út úr þessu svona yfirþyrmilega Eurovision stemmingu yfir í bara venjulegt sjónvarp. En Laufey, hvað segir þú? Já, einmitt, ég svona aðeins að velta fyrir mig hvernig ég á að hefja þessa koma inn í þessu umræðu. En ég til dæmis ólst upp inn í flokksblöðunum á sínum tíma. Sem sagt, mamma mín var að vinna á Þjóðviljanum, sáluga. Og þá að ég hef bara verið barn á þeim tíma og allt það en þá ég heyri líka frá þeim sem að upplifðu þetta sem fullorðnir einstaklingar að þetta var svolítið, blöðin voru svolítið þannig að þau gerðu, þú vissir að hverju þú gekkst. Þú vissir að þú gekkst að ákveðinni hugmyndafræði og gast þannig, lesið fréttirnar og greinarnar og allt það sem var í blöðunum út frá þeim forsendum. Að þetta var viss þetta var svona viss hugmyndafræði í gangi. En svo hins vegar þegar fjölmiðlarnir tóku við, þá náttúrulega, þetta eru náttúrulega ennþá flokksblöð, en bara þau eru ósýnileg, þetta markaðs, það raun og veru markaðurinn sem að baka þetta, sem náttúrulega ekkert skárra. Þannig að við náttúrulega mistum þá svolítið til dæmis vinstra elementið úr blöðunum. Og í raun og veru þegar þú ert komið með kerfi sem markaðsdrifið, þá náttúrulega fer svolítið þessi hugsjónavinna líka og þannig að þá glatast þetta eins og það sem við erum að gera, sem við erum bara, að við höfum ástríðu fyrir því sem við viljum gera, við höfum áhuga á málefnunum sem við erum að
flytja fram, þannig að þetta svona, já, en eins og ég segi, þetta pínu persónlegt fyrir mig líka þegar ég sem sagt nemi í blaða fréttamennsku, reynda búin að vera í námshléi núna, en það þarna, við þurfum að vera í starfsnámi. Ég einn af stofnfélögum Sósíalistaflokksins, ég að vinna með borgarstjórnarflokknum, ég að gegna embætti á vegum Sósíalistaflokksins, og ég einmitt var búin að setjast niður með fólkinu niður í háskóla og segja, það náttúrulega engin fjölmiðl sem að snertir mig í þessu ástandi, en það náttúrulega, þetta umræða sem ég þarf að fara í aftur, en svo svo andskoti skrítið eins og María var að tala áðan með, að það einn ákveðin flokkur sérstaklega sem að einhvern veginn samt fólk aldrei brennimert af, þó að það hafi verið í atburðarstöðum fyrir hann. Og en það einhvern veginn eins og við róttæka vinstrafólki, við erum frekar jaðarsett í þessu umhverfi og ég bara verð að segja það hér með. En þetta náttúrulega eitthvað sem við vitum öll. Allir sem stýra umræðu á ríkissjónvarpinu eru með tengingu við Sjálfstæðisflokkinn. Það hafa verið þar í stjórn SUS eða samband ungra sjálfstæðismanna í Kópavogi eða allir vita bara að styðja og kjósa þennan flokk. Og það þykir vera bara, ég veit ekki hvort það þykir vera normalt. Það held ég að þykir vera normalt eða lætur fólk þetta bara yfir sig ganga bara eins og fólk bara láta hvaða kúun sem yfir sig ganga. Já. Mér finnst allavega ekki normál. En hvað segir fólk í kringum ykkur? Þetta sé bara eðlilegt að Sjálfstæðisflokkurinn stjórni umræðunni í ríkisstjórninni? Ég held ekki, ég held að séu allir sem ég hef talað fyrir löngu komið með nóg að ég að horfa á silfrið. Ég væri til þess að tölur yfir til þess áhorfa á silfrið. Ég held að það hafi hrunið fyrir svona síðustu mánuðina og árin. En ég tengi mjög við það sem að Laufey var að segja og ég held að sömu leyti að þá held ég að sé bara svolítið þannig að við eigum farið tilbaka til þessar tíma þar sem að fólk bara svolítið bara svona bara eigna sér bara sína hugmyndafræði og ekkert að svona eitthvað þykjast vera eitthvað hlutlaust. Ég held að hugmyndin svona hlutlausa fjölmiðla sé bara gangi ekki upp Það eru allir með einhverja hugmynd hvernig heimurinn virkar og þú veist, fólk eða fjölmiðlar sem að ætla að halda því fram að þeir séu hlutlausir í samfélaginu. Það finnst mér raunin bara að vera svona óheiðarleg nálgun líka á fjölmiðlum. Sérstaklega ef þú hefur verið kannski í stjórn SUS og heldur svo fram að þú setur hlutlausa fjölmiðlum. Nákvæmlega. Já, þú hefur vinnuna Ég held að þetta sé, að þú spyrir finnst fólki þetta eðlilegt, þú veist, að þá held ég að þetta sé rosalega ósýnilegt. Þetta sé ekki ósýnilegt. Já, það að segja, ég held að fólk sem bara svona kveikir á sjónvarpinu og pæla ekkert allt of mikið í því, það sé ekkert með þá hreinu að þetta sé sjálfstæðismaður og þarna séu þessir og ég held að sé, þú veist, ég held að spurningin þetta eðlilegt, kemur eiginlega allavega fram að því að þetta ekki beint áþreifanlegt hvernig þetta fyrir en þú byrjar að pæla í því og leið þú byrjar að pæla í því þá sérðu það strax. Þetta sé smá svipað og að vera á Akureyri 1965 og Ingimar Eydal bara ákveðu hvaða músík spiluð og fólk bara setti sig við það. Og þá segir bara fólk, ef ég segi Ingimar Eydal leiðilegur þá segir, finnst þér tónlist leiðileg? Skilurðu, að því Ingimar Eydal tónlist. Það bara þannig. Ég sammála þessu Bogi, að ég held að nefnilega fólk, það horfir bara, ef það að horfa á sjónvarpið, það að horfa annarkvort á eitthvað sem í boði eða það að horfa á eitthvað streymi eða eitthvað skilur í tölvunni, en þeir sem að horfa á línulega sjónvarp, þeir bara kveikja á því sem að það með og ef það með eitthvað ókeypis sjónvarp eða með RÚV eða eitthvað, þá horfir það bara á það sem í sjónvarpinu og ég held að neytandinn ekki það meðvitaður, það einhver prósenta náttúrulega fólki sem rosa meðvituð og veit alveg, gerir sig grein fyrir allan tíman meðan hann að hlusta á silfrið eða kastljósið eða eitthvað og þetta hlutrætt á einhvern hátt, það hallar þarna eitthvað verulega, en svona bara venjulegt fólk sem bara þreytt eftir vinnu og kveikir í sjónvarpinu, það ekkert eitthvað að pæla í þessu. Það svo brauðskinkan
að einu sinni var bara til skinka og það var kjöt og svo allt í einu verður til eitthvað sem heitir brauðskinka með 45% íbættu vatni Já, og svo segir fólk, hvað, nú er þetta ekki kjöt. Og þú nennir ekkert alltaf að vera að pæla í því að býtu, ætla ég að láta bjóða mig þetta, þú veist, eða þú manst ekkert endilega eftir því að pæla í því alltaf. Líka kannski, afsakið, má ég aðeins bæta við bara að að því að það mjög oft verið að saka fólk að spila pólitík, en þú veist, fyrir okkur sem erum í þessari stöðu, erum á vinstri vagnum og er bara virkilega mikið, eins og ég segi, þykir vænt málefnin, vilja nýta stöðu sína til þess að bæta þau kerfi sem við erum með, þú veist, þannig að fólki líði ekki illa, þannig að fólk sé ekki að deyja hreinlega. Þú veist, þetta svona, þú veist, þetta rosalega sárt þegar fólk saka mann þú veist, að spila pólitík og þú veist, vera einhvern veginn, þú veist, alltaf með eitthvað svoleiðis agenda. Þetta okkar agenda. Við viljum fá bætt kerfi til þess að fólk geti liðið vel og þú veist, þetta okkar agenda og ef það eitthvað slæmt, þá skal ég bara standa hér og vera að gera eitthvað hræðilega slæmt. Þú gerir grein fyrir að það til fólk sem finnst þetta slæmi málstæður, að vilja bæta samfélagið og það iðulega fólki sem segir, þú ert bara að spila pólitík. Já, einmitt. Nei, þetta eitthvað sem við kannski þurfum svolítið að bara hafa herra Við nefndu flokksblöðin og þegar Alþýðusamband Íslands var stofnað og þar með Alþýðuflokkurinn 1916 var það fyrsta sem við gerðum að búa til Alþýðublaðið sem var fjölmiðlun, það mátu það að það var ekki hægt að reka verkalýðshreyfingu og stjórnmálafl án þess að reka fjölmiðla, af því það væri bara hluti af starfseminni. Flokksblöðin voru síðan til, dóu svona á 10. áratugnum, kannski áður en að þú byrjaðir að muna eftir þér með þess að sanna, flokksblöðin hættu og ég hef leikið mér að því að segja að fyrst dóu flokksblöðin og svo dóu flokkarnir og þá meina ég með það að þá dóu flokkarnir sem raunverulega svona think tanks með einhverju alvöru tenging út í samfélagi því að fjölmiðill svo frábær tenginga því að þú neyðist til þess að hringja í svona, ef þú ætlar að halda út í svona sæmilublaði, þá neyðist til að hringja í svona 150-200 manns á dag en ef þú rekur bara flokksskrifstofu í síðumúlanum í kringum eitthvað VFG eða Samfylkinguna þá ætti ekki einn einasta mann nema kannski formanninn til þess að hvort það sé glaður og hvort þú haldir vinnunni. Þín reynsla af því að vera með svona þátt eins og hinna Reykjavík. Myndirðu mæla með þessu fyrir svona aðra stjórnmálamenn eða aðra sem eru að standa í baráttu að bæta þessu ofan á vinnuna að þurfa að búa til prógram með og hlusta á fólk? Já, þetta mjög gott af því að það sem að ég legg áherslu á að heyra í fólki og eitt af því sem að tengist þessu umræðefni líka einmitt hverjir teljast vera sérfræðingar og það mjög mikilvægt að heyra í fólki og það það sem að þessir þættir gera fyrir okkur að þarna við einmitt að skapa þennan vettvang til þess að geta talað við fólk þessi málefni og það sem ég finnst svo gott við þáttinn sem við erum með, Hinn Reykjavík, að ég hef oft bara byrjað þáttinn á því að kynna mig og síðan bara lýst yfir algjöru vanþekkingu mín á málefninu og þakka viðmælendum kærlega fyrir að koma til þess að vera tilbúin til þess að fjalla þetta málefni og tala þetta út frá sinni reynslu og það mjög dýrmætt að svona margir og hafi verið til í að koma til okkar og það kannski það sem að koma mér svona helst á óvart hvað fólk tilbúið til þess að opna sig mjög persónuleg málefni, erfið málefni og vilja ræða þetta og það sýnir fram á hvað það mikil nauðsyn að ræða mörg málefni sem að einmitt gríðarlega margir að upplifa í okkar samfélagi og samfélagið ekki fyrir okkur öll. Við sjáum það svo skýrt á þessum þáttum sem við höfum verið með þegar við erum að tala og ég var að taka það saman áðan og þetta eru sem sagt held ég 23 þættir frá því við byrjum 31. mars og rúmlega 40 viðmælendur sem við höfum talað við og ég hef bara lært svo mikið og þetta bara gríðarlega
gott fyrir, þetta það sem stjórnmálafólk á að vera að gera, tala við fólk og heyra bara, herðu, hvað getum við gert? Ertu til í að deila þinni reynslu með okkur og bara eitthvað sem við getum gert til að bæta stöðuna og það að við getum skapað svona rými til þess að ræða þessi málefni allavega einhver svona byrjun til þess að koma þessu í umræðu og vinna síðan út frá því þá mögulega tillögur eða að koma fólki í samskipti við aðra sem eru í svipaðri stöðu og og eitt sem ég langaði líka að nefna að því að þetta tengist fjölmiðlum að mér finnst oft eins og þegar að vera að tala málefni í samfélaginu og málefni þeirra sem eru verst stödd í samfélaginu að þá sé kannski oft eða fyrst og fremst leita til þeirra sem að hafa kynnt sér málin, eru sérfræðingar málin, hafa menntað sig og auðvitað það mikil þekking sem að felst í því að vera fræðingur eða eitthvað svoleiðis en náttúrulega mesta þekkingin á einhverju sem að þarf að laga í samfélaginu kemur frá þeim einstaklingum sem að hafa upplifað eigin skinni óréttlætið og það hefur kannski komið helst á óvart að svona margar og svona mörg og margir einstaklingar séu til í að stíga fram og bara ræða þetta í beinni og það bara magnað og fallegt og já. Og ekki eins og kannski fjölmiðla fólk myndi gjarnan vilja halda fram að það var svo erfitt að fá fólk með þessar reynslu til þess að koma og þess að það auðvitað bara að hringja í Eirík Bergmann ef ég tek svona dæmi. Stundum samt þá hefur maður líka alveg svona kannski upplifað að fólki finnist svona að það kannski get ekki sagt mikið málefnin og sé ekki tilbúið að koma fram sem að skilur algjörlega. Það líka alveg eitthvað sem að getur verið erfitt að fara að segja bara þína sögu og þegar maður ekki tilbúin til þess og þá auðvitað það ekkert mál en mér finnst þetta mikið af fólki sem hefur komið til okkar og maður verður svo þakklátur, ég verður svo þakklátt fyrir það út af því að það okkar stjórnmálafólks að kynna við eigum að vita, hvar brestirnir eru, við eigum að vita hvað það sem á að laga, við eigum að vita þetta, það á ekki að vera annarra að fræða okkur þetta, en það samt svo gott að geta skapa þennan umræðu vettvang, af því að þetta greinilega það sem fólk vill tala og tilbúið að tala og hver þáttur hefur verið svona kannski hálftími, alveg upp í klukkutíma, þannig að við erum komið svo mikið af efni sem að, maður alltaf að læra eitthvað nýtt. Ég held að ef ég fæði aðeins að skjóta inn í þarna, mér finnst þetta með að sömuleyti, þetta svona pínlítið svipað MeToo-bylgjunni eða MeToo-sögunum þannig að ég upplifði eins og í öryrkjaráðinu stundum að fólk sé bara þarna að fá tækifæri til að skila einhverju skömm. Af því það er búið að grafa einhverju holu og ég held að við erum stundum að tala við fólk eða sannaði stundum að tala við öryrkja og fátæka og eitthvað svona eins og við og þannig bara hópur sem hefur bara átt að vera onni í einhverju holu og hann ætlar bara ekkert að vera þar og hann bara að taka sér sitt dagskráhald og ætlar ekkert að vera þar þannig að hann basically bara dálítið að skila skömminni. Fólk að koma fram og segja erfiða sögur og bara ætlar ekkert að skamma sín sem frábært og þetta lýsir því líka með hvað hefur verið mikið tómarúm bara á þessum fjölmiðlamarkaði fyrir þennan hóp. Já, líka bara einmitt eins og ég var að nefna áðan, að þegar fólk fær að segja sögur sínar þá því ritstýrt af fólki sem hefur ekki sömu reynslu. Með ákveðinni fyrirsögn, með ákveðinni framsýkningu, með klippingu og efni og svo framvegis. En hjá okkur fólk bara heima hjá sér í sínu umhverfi og bara venjulegt fólk í rauninni. Já. Þannig má kannski vekja athygli á því að samstöðin opinn vettvangur og ef að fólk hefur áhuga á því að búa til eitthvað sambærilegt og Hinn Reykjavík eða Öryrkjaráðið fjalla sinn hóp eða búa til þætti málefni með röddum fólks sem ekki hefur aðgengi að
meginstreymsfjölmiðlunum að það var opið, þau bara hafið samband við samstöðuna á Facebook eða bara Facebook, það einfaldast. Og ef ég nefna aðra þætti þá einn þáttur í viðbót á samstöðunni sem heitir Í kvótan heim sem Ögmundur Jónasson hefur séð á sunnudögum. Hann farinn í sumarfrí og ferðalagi með fjölskyldunni á Suðurlandi og bað kæri kveðju til ykkar inn í þáttinn. Hann hefði gjarna vilja vera með í þessu spjalli. En það eru tímamót á samstöðunni að það að verða til vefsíða sem að gerir efnið aðgengilegra sem að Andri að ganga frá og verður líklega til í lok vikunar, það ekki, Andri? Jú, það stefnan að setja þetta í lofti núna í lok vikunar og þar ætlum við að vera náttúrulega allir þættirnir aðgengilegir. Það var þetta að hlusta og horfa á alla þættina, en síðan náttúrulega aðalatriði kannski, það til þess að geta stækkað samstöðuna og haldið áfram að byggja þetta upp. Þá ætlum við að opna fyrir það að fólk geti lagt okkur lið og skráð sig sem svona styrktaraðila verkefnisins. Það verður raunverulega að stofna bara félag sem heitir Alþýðufélagið og fólk getur gengið inn í það og Alþýðufélagið hefur það meginmarkmiði að halda uppi róttækri samfélagsumræðu í samfélaginu og mun verða svona bakhjarl fyrir samstöðuna að styrkja það í að auka útbreiðslu og kannski búa til eitthvað svona pott þar sem að þeir sem eru að leggja á sig eins og þið að búa til efni, fólk sem að vinnur á bak við tjöldin og fleira fái kannski einhverja örlitla bóknum fyrir sitt starf. Mér langaði líka að vekja athygli á að þetta verkefni, samstöðina, þetta náttúrulega svona samvinnuverkefni sem að mér finnst vera mjög falleg hugsun, svona sérstaklega á þessum tímum. Ég held að sé að verða kannski svona smá einhver vakning í þessum málum. Ég veit að það kaffihús sem að opna í Reykjavík sem að rekið sem samvinnufélag og ég held að fólki veita þessu mikla athygli bara í öllu sem að gera bara samvinnu fram yfir samkeppni. Ég held að það sé svona motto sem að fleiri tilengja sér. Og hér ekkert hierarkí, hér engin sjónvarpsstjóri, hérna eru bara einhverjir þættir sem einhverjar eyjur sem að svífa Þannig að hvað, nú, eins og ég sagði áðan, þá samstöðin svona skrítið fyrirbrigði sem kannski fólk áttar sig ekki alveg á, þetta fundur eða þetta fjölmiðill eða hvað þetta? Má ég spyrja ykkur svona í lokin hvort að þið sjáið samstöðin geti, hvað getur vaxið upp af þessum vísi að alþýðu fjölmiðlum? Sjáið það fyrir ykkur? Ég myndi segja þetta sé samtal. Ég alltaf svo svona fræðilega eitthvað þannig ég vil bara kalla þetta samtal. Það ekki? Þetta svona upphafiða samtal, þetta stórt samtal, þetta alls konar samtöl, nú veit ég ekki hvort að ég sé að falla þetta rétt, en samfélagsleg umræða sem að þörf á þessum tímum, róttæk samfélagsleg umræða, það ekki það sem að þetta kallað? Þú fyrir þetta stækki og eflist og hvernig þá? Hvernig samstöðun þegar hún orðið stór? Hvað fyrirbrigði það? Þetta náttúrulega vettvangur og rými og þar hægt að skipuleggja ýmislegt, tala sig niður á ýmislegt, safna saman ólíkum röddum þar sem að fólk kynnist. Ég hef til dæmis við hjá í hinni Reykjavík náð að kynnast mörgum einstaklingum og út frá því ræða möguleg framtíðarverkefni og hugmyndir af verkefnum og það náttúrulega alltaf gott þegar að kannski einstaklingar að vinna í sínu horni að einhverju kynnast öðrum sem að vinna að svipuðum verkefnum. Þannig að allt róttæka fólkið sem að öskra á sjónvarpið heima á sér, þá segi ég bara endilega komið hingað að samstöðinni og við getum spjallað saman. Já. Hvert geti samstöðin farið? Ég held við eigum ekkert að vera feimin við að kalla okkur fjölmiðil. Ég held við eigum bara að kalla okkur fjölmiðil alveg fullum hálsi vegna þess að þetta okkar fjölmiðil
og einmitt Sanna talaði samtal og þetta ekki, við náttúrulega höfum kannski upplifað svona hefðbundna fjölmiðla svolítið sem eintal. Þannig að það verið að tala yfir okkur en ekki við okkur, við getum ekki svarað. Og þá ég náttúrulega ekki að tala kommentakerfi fjölmiðla sem geta orðið svolítið skrautlega á tímabilum. En og þar sem að vissir aðilar bara treysta sér ekki til að taka þátt af því að verður svo mikil frumskógur. En þannig að við erum í raun og veru, að bjóða upp á samtal sem svona mannvirðandi. Við erum að koma á framfæri röddum sem að einmitt, með því markmiði að samfélagið okkar breytist til eins betra. Við viljum rými fyrir öll, við viljum horfa upp á samfélag þar sem öllum líður vel og það svona okkar markmið og ég held að það að kalla okkur fjölmiðil sé bara alveg gott og gilt. Getum tikað í öll box sem að fyrir þá skilgreiningu. María, hvert þú fara með samstöðuna? Já, ég held alveg að samstöðin geta alveg vaxið og dafnað og ég held að og stækkað. En við þurfum samt alltaf að passa okkur á því einmitt að við séum ekki að fara að breytast í einhvern svona hefðbundin fjölmiðil. Við þurfum einhvern veginn að hafa áfram einhverja svona sýn á það hvernig við viljum hafa þennan fjölmiðil. Þannig að við séum ekki bara að missa okkur í einhverja svona venjulega sjónvarpsstöð. Þetta götublaðamennska, Já, þetta svolítið einmitt, akkurat. Ég held að það sé svona kannski hendingin sem við getum tekið á. En má ekki hvað sem út á götu, má ekki hafa karnival og fund og ræður og mótmæli og það fyrir allt fram út á götunni, þannig að það ekki að tala að þetta einskorðist eitthvað við formið og umræðuefnin eiginlega. Nei, meira bara að maður sé bara alltaf að skoða, ég meina bara einmitt, ég að stíga inn í á einhvern svona óeðlilegan máta sem þáttastjórnandi, ég skilur hvað við, bara eins og það sem við erum að gagnrýna við fjölmiðlana á Íslandi í dag, við ætlum ekki að vera þannig. Við ætlum að þó að við megum leika okkur með formið og allt það, þá ætlum við samt ekki að vera þannig að við ætlum ekki að stilla fólki upp í einhverju fancy setti og við ætlum ekki að gera hlutina á okkur þann hátt að það takmarki frelsi fólks til þess að vera það sjálft og segja það sem það vill. Andri, hvert viltu samstöðu þar? Þú veist? Já. Ég náttúrulega vona bara að þetta gangi vel hjá okkur og okkur takist að safna áskrifendum og styrktaraðilum til þess að geta haldið áfram og bæta við þáttum. Það náttúrulega nóg að taka í samfélagsumræðinni. Við erum með 3 þætti núna, 4 og hugsanlega 1 í viðbót sem að koma. Þannig að það nóg að taka ef maður skoðar þetta þannig. Það alls konar málefni og hópar í samfélaginu sem að þurfa á þáttum að halda. Ég væri til í að sjá þetta líka bara stækka og verða bara svona stofnun sem að verði til framtíðar og ég held að meðan að við höfum þetta svona hugsjónin á bakvið þetta, hvernig við erum að spá í þetta, hvernig við rekum þetta sem svona samvinnu félag og rekum þetta bara af peningum frá áhorfendum, þá held ég við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að við séum ekki að fara að verða eins og hinir fjölmiðlarnir. Ég held að svo lengi sem að við pössum bara upp á að vera ekki að taka peninga frá einkaaðilum og eins og hinir miðlarnir og að fara að snúa upp í eitthvað svona einhverja gróðamaskínu, þá getum við runni gert hvað sem ráðið fjölmiðlamenn til þess að vinna svolítið úr þáttunum sem við erum með og koma þeim betur til skila og verið kannski með greiningar jafnvel og alls konar svona efni sem að náttúrulega bara gríðarlegur skortur á í fjölmiðlaumhverfinu á Íslandi. Ok, Bogi, þú ert
áður að keyrir í burtu. Hvað hérna? Já, mér finnst við hafa bara svona slegið tóninn nú þegar. Við höfum svona kjarnað þessa stöð utan málefni sem skipta okkur máli og við getum haldið lengi áfram að bæta umgjörðin á því og við getum farið langt með það í hvaða átt sem er. Kannski það sem að okkur finnst snúað umgjörðinni vera meira, kannski geta gert dýpri þætti sem kafa lengur inn í mál og kannski undirbúnari og slíkt og þú þarf alls konar leiðis að þróa þetta án þess að verða eins og hinir fjölmiðlar, held ég. Það eru rosa margir fjölmiðlar sem hafa voða lítið hjarta og mikla peninga og opaslega flotta umgjörð en það held ég hvort sem ekki neitt kepli fyrir okkur sem eru hér, held ég. Þannig að ég sé þetta bara vaksa og það þarf ekkert endilega að vaksa í því að velta meira. Það að segja velta meira peningum, en ef þetta velti meira af hugmyndum, ef þetta velti meira samræðu og við þróum samræðun okkar áfram, þá ég allan satt. Og ég held að ég sé alveg leiðina þangað. Það sem við erum í dag. Það látum við vera svona loka orðin í kvöld. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað og segja okkur aðeins frá samstöðunni, hvað hún og hvað hún vill verða. Rogi Reynisson, Andri Sigurðsson, María Pétursdóttir, Laufey Ólafsdóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir. Kæra þakkir. Ég hvet hlustendur að taka þátt í umræðinni. Það þessi þáttur birtist hér og þar á Facebook og þar eru svona spjallþræður undir og endilega skjótið inn einhverjum hugmyndum þar eða álit ykkar á þáttunum eða hver stöðin ætti að fara eða tilgangnum með henni og öllu því. Þið getur líka sent á samstöðuna með síðu á Facebook. Þar svona inbox þar sem að þið getið sent inn tillögur nýja þætti eða búið ykkur fram til einhverja starfa hér. Já, þannig nú það. Við sjáum nú til í seinni vikunni, þá munum við opna heimasíðuna og kynna betur alþýðufélagið sem verður svona fjárhagslegur bakkjarl samstöðurinnar og þar líka vettvangur í að taka þátt, að ganga í alþýðufélagið og taka þátt í því að móta nýjan alþýðufjölmiðil sem að hentar baráttu alþýðunnar fyrir breyttu samfélagi sem að miðað við umræðuna hér í kvöld að svona meginstraumsfjölmiðlarnir gera bara alls ekki. Við þökkum fyrir í kvöld. Á morgun verður hér önnur umræða, sambærileg umræða okkar áhugaverðu tíma. Þar verður annað fólk sem verður sett við rauðaborðið. Sjáumst þá og takk fyrir og góða nótt.